Nummer 4, Irena Sóljónsdóttir. Nummer 5, Elva Pálsdóttir. Nummer 6, Ásta Sóljónsdóttir. Nummer 7, Hrafnhildur Smáradóttir. Nummer 8, Ólafur Halldórsdóttir. Nummer 9, Kristján Björn Jónsdóttir. Nummer 10, Kristín Björnsdóttir. Nummer 11, Elva Lísa Bjarnadóttir. Nummer 12, Ína Karin Víðisdóttir. Nummer 13, Vilhelm Dís Albertsdóttir. Nummer 14, Halla Rún Garðarsdóttir. Og nummer 15, Herdís Ágústsdóttir. Nummer 16 Reykja Rós Gunnarsdóttir. Þjálfari Björnsvíkja Jón Guðmundsson. Og það fórstu að liðið Hauka. Númer 6 í Hauka Silvía Rún Halldórsdóttir. Númer 7 Rósa Björk Pétursdóttir. Númer 8 Magdalena Gísladóttir. Númer 10 Ingrid Arnardóttir. Númer 11 Agnes Einarsson. Númer 13 Þóra Kristín Jónsdóttir. Númer 14 Inga Rún Svartsdóttir. Númer 15 Vigdís Herra Gísladóttir. Númer 17 Helga Rut Sigurðardóttir. Númer 21 Elísa María Larsdóttir. Númer 23 Hanna Þránsdóttir. Númer 98 Elva Rós Hrafnsdóttir. Þjálfari Hauka Ingvar Guðmundsson. Ómar Leifsdóttir, Sigurður Herbertsson og Gunnar Þór Andrésson. Og nú ætlum við byrja uppsetta leikmenn og áhorfendur að snúa sér að þjóðarflokka og líða á tónlistar Íslands. Ja, velkomin til leiks. Nú erum við að fara að horfa á leik Keflavíkur og Hauka í bikarúrslitum 10. flokks kvenna. Með mér er Bára Haldónsdóttir sem ætlar að lýsa leiknum. Takk fyrir Snorri. Þetta verður hörkuleikur í kvöld, eða í dag. Þetta eru tvö virkilega sterk lið. Þetta eru tvö sterkustu liðin í þessum flokki að hafa verið í vetur. Svona jafn sterkust. Keflavíkurliðið náttúrulega ekki tapa leik í sínum árgangi sem er ótrúlega sterkt. Já,
en Haukarnir hafa reynda farið aðeins nærðin senstu 2 leiki á tímabilinu. Það hafa bara verið að tapa með þá 10 stigum mun. Og eins og áðan, þá ósku eftir því að fá hérna bara hörkuspennandi leik. Það er það sem að Njarðvíkingar gerðu káringum mikið grikk og voru ekki langt frá því að taka sigur, en það káarlið hafði ekki tapað leiki í 2 ár. Káringar höfðu þú sigur að lokum, en dómarar hérna í dag eru Sigmundur Már Herbertsson og Gunnar Þór Andrésson. Og leið þessar liða í bikarúrslitin. Keflavík unnu stelpurnar í sameina lið Hrunamann og Hamar með 60 stiga mun tæplega, og Haukastúlkur höfðu sigur á Njarðvík með 5 stigum í hörkuleik, og þetta voru einu leikir þessar liða í bikarnum fyrir bikarúrslitin. Og eins og Bára sagði, þá hafa Keflavíkustúlkur unnið Hauka og munurinn hafði minnkað í síðustu leikjum. Fyrsti leikur tímabilsins milli þessara liða fór 60-36 fyrir Keflavík. Annar leikurinn 38-24 og núna síðast í lok febrúar þá var það 47 fyrir Keflavík. Byrjunliðin eru komin inn á völlinn. Hjá Keflavík er það Kristrún Björgvinsdóttir, Laufey Rún Harðardóttir, Írena Sól Jónsdóttir, Telma Dís Ágústsdóttir, og við sjáum ekki númerið á 5. leikmönnum því miður eins og er. Þetta ekki Elva Falsdóttir? Þetta er Elva Falsdóttir, mikið rétt. Hjá Haukum þá er það Hanna Þráinsdóttir, Inga Rún Svansdóttir, Rósa Björk Pétursdóttir, Silvía Rún Hálfdánadóttir og Þóra Kristín Jónsdóttir. Þá byrjum við leikinn. Það voru Haukarnir sem ná uppkastinu. Keflavíkustúlkur spila maður og mannvörn. Góð vörn hana hjá Keflavík. Silvía reyndi að snúa varnarmann af sér. Keflavík vinnur boltann og þær kom upp með hann, og Haukastúlkur spila líka maður og mannvörn. Flott hreyfing. Eirunu, hún náði bara ekki að klára. Og Silvía kemur fram í boltann, sækir villu á Elvu. Nei, það var Laufey sem fekk þessa villu. Keflavíkustúlkur er að reyna að ýta Haukastelpunum hátt upp völlinn og gera hlutina erfiða. Þá ætti að myndast pláss fyrir aftan vörnina, en það er spurning hvort að Haukarnir geta nýtt það. Skemmtilega spilað. Góður hreyfing á Silvíu, en boltinn vildi ekki niður. 8 sekúndur á Keflavík. Mikill vandræðagangur þarna á þeim. Rósa drippaði hann inn í trafík en náði að redda þessu, kom boltanum út. 7 sekúndur á skotklukku. Góð sending. Fín hreyfing hjá Ingu. Hún gappaði mannin sinn og kom sér upp í skot, og það var hún Elva sem braut á henni í skottilraun. Þannig að hún fær 2 víti. Fyrra víti niður. Skjótur á miklu öryggi. Það er víti nú af miklu öryggi hjá henni. Haukastelpur pressa. 2-1 pressa.
koma tilbaka í svæðisvörn. Hanna tók frákastið en misti jafnvægið og steig út af. Hann Keflavík við boltan. Enga stöndalínu. Góð vörn, hann var í skoti Sölvi. Nýtti hæðina vel. Þannig hefur skotklukkan verið endursett og snemma. Dómarinn ræða sín á milli hvað var mikið. Það er alltaf að halda sér í 22 sekúndum. Haukarnir í 2-3 svæðisvörn. Frábær vörn hjá Haukum. Vel gert, var í skot. Vel gert hjá Elvu þarna. Hún bara hljóp inn í frákastu og hirti boltan og var ekki langt frá því að klára þetta. Sömuleiðis var hreyfingin hjá Thelmu Dís góð. Vörnin hjá Haukunum ekki síðri. Stíf pressið að Keflavík, maður og mann. Flott leikkerfi hjá Haukum. Flott sending hjá Ingu. Mjög góð. Þóra Kristín náði bara ekki að klára þetta því miður. Hreyfingin mjög góð og leikkerfið gekk fullkomlega upp. Góð boltareng hjá Keflavík. Írina Sól með frábær hreyfing og sending út. En Kristrún náði ekki að setja það niður. Haukarnir taka frákastið og villa á Írinu hjá Keflavík. Þriðja liðsvillan á Keflavík. Þeir að spila mjög greimt, mjög aggressívar. Pressa maður mann. Vel gert hjá henni Þóru. Já, listi pressuna vel og komst allalega að körfunni. Þetta var vel gert. Það er greinilega svona smá taugaspenna. Það er auðveld skot sem er að rúlla upp úr. Það vill oft gerast þegar spennan er mikil. Flott hreyfing hérna hjá Elvu. Smá gaphreyfing. Hún komst alla leið að körfunni og sótti villu. Það var hann að Rósu. 2 víti. Skotið að beintina þessu langt. Kleikur á báðum vítunum en Thelma gerir vel nú sóknum frákastinu. Þóra Kristín gerir ágætlega að stýra leik Haukana. Hanna með erfitt skot en skotklukkan var að renna út, hún varð að skjóta aðeins og langt hjá henni. Flott vörn. Leikhlé, Keflavík. Staðan 2-0 eftir 3,5 mínútu. Það er greinileg taugaspenna í báðum liðum. Þú þekkir það bara og þú hefur spilað svona leiki. Já, það fylgir svona byrjun á svona leikjum. Það tekur smá mínútur að hrista þetta á sér. Já, það þarf aðeins að hlaupa sig í gang og hérna við sáum það leiknum í morgun og við erum að sjá það eftir núna. Liðin þurfa kannski bara svona smá tíma. Þá allt í einu þegar leikmannarnir heitir þá fara skotin að detta og líka svo auðveldur skot, þessi layup sem þurfa að detta ofan í. Þau skipta máli. Akkurat, Haukastelpur búin að klikka úr 2 góðum layupum og það er ekki nóg að láta leikfléttunum ganga, það þarf að klára það líka en það við minnst sko treystum á að það komi hjá báðum liðum. Keflavíkurliðið er að spila gríðarlegum krafti, þær sækja körfuna mjög grimmt, spila vörnina mjög stíft. Það hefur svo sem skilað sér í 3 villum fyrstu 2,5 mínútinu en
á móti kemur að þær ná að ýta Haukastelpunum hærra upp á völlinn og gera erfiðara fyrir þær að skora. Jón Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur, hefur farið vel yfir hlutina í leiklíðinu og sjáum hverju það skilar. Haukastelpur hafa spilað smá svæði og smá maður í byrjun leiks. Koma hérna í maðurmannvörn. Hannaði með rosalega langar hendur og gerir vel þarna. Þegar hún breiður út faminn þá nær hún frá endelinu upp á miðjun nokkurn veginn. Það er erfitt að senda boltan inn á móti þessu. Smá miskilningur í vörninni á Haukum. Vel gert þarna. Silvu fer alla leið, stilur boltan, fer alla leið. Vel gert. Þarna dettur sniðskotið. 2-1 pressu á Haukastelpum. Það er ekki að taka mikla áhætti í pressunni. Það eru svona aðalega að halda þeim bara á hægja á leiknum. Þá opnast hornið. Þetta var Laufey. Gott skot hjá henni. Staðan á 4-2 fyrir Haukum. Ingrún aðeins og áköf og misti vald á boltanum þarna. Silvía segir með aðeins að hægja á sér. Það liggur ekkert á. Það er nóg eftir leiknum. Skemmtileg hreyfing hérna í Írunu. Kemst alvarlega á körfum og setur leið uppið. Vel klárað hjá henni. Keflavík pressar mjög stíft. Gott drive þarna. Vel klárað henni Þóru. Sterk hreyfing. 6-4 Haukar. Vel gert þarna, flott vörn. Og uppkast, þetta er Keflavíkur bolti. Ingrún gerði vel þarna og tók sér bara stöðu og Silvía kom svo og greip boltan. Haukastelpur í svæðisvörn núna, 2 fyrir svæði. Með góða hæð og langar hendur þarna. Þetta skota aðeins og langt. Keflavík heldur boltanum. Góð sending þarna. Skoti vildi ekki niður hjá Telmu. Fimm 4 sekúndur eftir skotklukku, fín hreyfing hjá Rósu. Þóra fyrst í frákastið, beint fyrir fram á körfuna og leggur boltan á hann í. Haukarnir pressa 2-1. Það er mikill munur á pressuvörninni sem að Haukar og Keflavík að spila. Haukastelpur leggja upp með bara, virðist vera að hægja á leiknum, halda Keflavík fyrir fram á sig, ekki gefa of mörg færi á sér, með að Keflavíkastelpur spila mjög stíft. Íta Haukunum hærri upp á völlinn og er að reyna að opna hægja vörninni. Frábær sending, já. Því miður, hún dró fótinn, fært að henda sér skref. Og fyrstu skiptingarnar á báðum liðum. Keflavík kemur upp með boltan, staðan 8-4 fyrir Haukastelpur. Opinn þristug, barátta þarna í frákastinu. Telma er sterkari, nær frákastinu, nær ekki að klára. Og Rósa sem að náði svo boltanum. Full mikil áhætti í þessari sendingu. Þannig Þóru. Keflavík stál sendingunni. Fín gabbreiðing þarna.
Keyrir upp á körfun, nær ekki að klára. Þetta hún Emilía Ósk. Keflavík með 13 stelpur á skýrslu og tölfræðikerfi leyfir aðeins 12, þannig að hún Emilía, hún kemur ekki fram í tölfræðinni á netinu, en gerir það eftir leik, þá kemur hún inn í boxskorið. Þarna Katla með mjög flott drive, fiskar villuna. Hanna var þarna alveg í henni en sló í hendurnar á henni í skotinu. 2 víti hjá Kötlu. Bæði víti núna í stað þá 6-8 fyrir Hauka. Vel gert. Þóra gerir þetta mjög vel, hún stýrir leiknum mjög vel fyrir Haukastelpur. Kemur boltan þarna á Dýrfinnu sem að næri ekki að setja sneiðskoti niður en hérna það er brotið á henni og hún fer þá á vítalínuna. Setur setjum skotið á henni. 6-9, Keflavík yfir, nei, Haukar yfir. Þetta er annað skipti sem að Keflavík hendur boltanum beint út á varnarvelli í pressunni. Gerði það í byrjun leiks og aftur núna. Ágætt leikflétta en sendingin ekki nógu góð. Silvía lendir í vandræðum. Silvía fekk boltanum mitt úr þessari fléttu hún í byrjun leikfléttan þar sem hún skoraði. Fyrsta meðan 30 skot. Þetta er stór skot, það er jafna leikin 9-9, 23 sekúndur eftir á leikfléttanum. Munar rúmri sekundu á leikklukku og skotklukku, þannig að Haukastelpur hefur verið skynsamar, ætti að geta átt síðan skotið á þess að gefa Keflavík færi. Stígur á línuna í þriggjastaskotinu. Þannig að það var bara tveggist þegar Keflavík ná frá afkastinu 6 sekúndur eftir, sækja fram og Katla. Rósa tók áhættun og slengdi hendinu í boltan. 2 sekúndur eftir, Keflavík með innkast. Það var eins og Kristrún hefði ekki átt að sá því hvað var lítill tími eftir því að hún greip boltan og var að bíða eftir einhverju. En svo heyrði hún í liðsfjöðurlegunum Kalla, þannig að hún náði skoti en það var stutt. 9-9 eftir fyrsta leikluta, það er verið greinlegu taugastrekningur í liðunum en það er svona aðeins lagast núna síðustu mínútur. Þetta verður greinlega hörkuleikur. Þetta verður hörkuleikur, það er alveg ljóst og Haukastelpur bara spila vel og Keflavíkustelpur svona það virkar á mann eins og það sé að koma þeim aðeins á óvart. Við skulum vona bæðilið bara haldi þessu út leikinn og þetta verður jafn og spennandi leikur. Hjá Haukum er það Þóra sem er stighæst með 4 stig, Ingarún með 2 stig, Silvía með 2 stig og Dýrfinna búin að skora 1 stig af vítalínunni. Hjá Keflavík Kristrún með 3 stig, Laufey, Írena og Katla með 2 stig hver. Liðin að skjóta frekar illa. Keflavík með 2 af 11 í tveggjastaða skotum og 1 af 6 í þriggja. Haukarnir 3 af 9 í tveggja, hafa ekki tekið þriggjastaða skot ennþá. Þetta lagast, þetta er taugaspennan sem segir til sín og það lagast þegar líður á leikinn.
Hauka byrja með bolta núna. Haukastelpur inn áfram þessa leikfléttu þar sem að Silvía kemur af skríni í gegnum teginn. Þarna náðu Keflvíkingar að slæma hönd í boltan. 4 sekúndur skotklukku, 2. Góð vörn hjá Keflavík. Þær náðu að halda Haukunum frá körfunni og loks að boltinn kom á körfunni. Þá rann skotklukkan út. Ágætis hugmynd. Rósenberg náði að slæma hönd í boltan og óheppinn að taka ekki þennan bolta en hann endaði út af og Keflavík á þá innkastið. 14 sekúndur skotklukku. Vel gert þarna hjá Svanhvíti. Opnaðist undir körfunni og náði að klára sniðskotið á móti stærri varnarmönnum. Keflavík pressar áfram. Mjög grimmar í pressunni. Silvía næstum búin að skrifa þarna. Það losa við boltan og hún fengi 5 sekúndur á sig. Það vill á hana Kristrúnu. Var ekki alveg sátt við þetta. Líklegast þetta er rétt hjá Sigmundi. Fín hreyfing í sókninni á Haukum. Þær finna Silvíu þarna. Þetta er vel klárað og þetta er búin að reyna þessa leikfléttu. Það eru búin að reyna þessa leikfléttu nokkru sinnum og hún hefur virkað tvisvar. Jón Guðmunds var aðvörun fyrir mótmæli. Var ekki sáttur við þessa villu. Silvía setur vítið hann í miklu öryggi. Haukastelpur taka þá forskotið 11-12. Glæsilega spilið á Keflavík. Svanhvít náði ekki að setja boltan hún í samt en þetta var frábær flétta hjá þeim. Löppuði í gegnum pressuna hjá Haukum. Silvía með þriggjastaskot, aðeins og sterk. Þóra tók frákastið. Góð vörn hjá Keflavík. Fín hreyfing hjá Ingu en hún réði ekki við 2 Keflavík-stelpur þarna. Galopin þristur, Svanhvít setur hann niður. Keflavík var komið yfir 14-12. Rósa sækja baseline, sækja villu á Kristrúnu. Vel gert á Haukum. Galopnaðist þarna fyrir hann Ingu undir körfunni í innkastinu. Frábær vörn hjá Ingu. Það voru hún Emilía sem kom inn í sniðskotið en Inga varði skotið. Þannig reynir Þóra aðeins mikið. Hún ætlaði að splitta hedgið og hérna
Það var bara ekkert pláss þarna fyrir aftan. Og svo dæmd villa á hann Ingu. Góð barátta þarna. Vel spilað á Haukunum. Svanhvít náði að bjarga boltanum að hann færi aftur fyrir miðju en voru hins vegar Haukarnir sem voru fyrstar að ná boltanum svo. Silvía gerir vel þarna. Það var Katla sem þarf villuna. Haukar halda boltanum. Silvía gerði vel, náði slæma hönd í boltan og Katla skutlaði sér þarna og fyrir og fékk dæmd á sig villu. Frábærlega ekki. Glæsilegt. Óvænt sending, alljúp sending bara frá Þóru á hana Ingu. Og Inga greip þetta miklu öryggi og var skynsum, fór niður með boltan, lendi og fór upp aftur og kláraði þetta. Fær vítað auki, en þetta var þriðja villan á Telmu hjá Keflavík og það hlýtur að breyta eitthvað leikplaninu hjá Keflavík. Og Inga setur vítið niður. Skyndilega komið 5 stiga munur hérna, 14-19. Þau eru bara mjög skynsamir í sínum aðgerðum, er ekkert að flýta sér. Sjáu hvað Keflavík gerir. Katla með 3 stiga skot. Þeir eru farnar að treysta dálítið á 3 stiga skotin. Það hugsanlega er það eitthvað sem maður lagt upp með. En þau hafa ekki dottið, ekki mikið. Þetta var vel gert hjá henni Kötlu. Frábærlega spilað. Þær eru duglegir í sóknarfrákastunum. En henda boltana frá sér. Gott sóknarfrákast, en þær hendur boltanum hins vegar bara beint frá sér. Fín hreyfing hjá Ingu. Haukar náðu svo sóknarfrákastuna og endaði höndunum á Þóru sem sækir á körfuna. Þóri bara spila virkilega vel. Hún sækir villu og kemst á línuna. Það var villa á hana Kristínu, þetta er hennar 3. villa. Það eru 2 leikmenn Keflavíkur komnir með 3 villur. Kristrún fer hann út af og Elva Fallsdóttir kemur inn á í hennar stað. Bæði vitið niður hjá Þóra, miklu öryggi. Munum komin upp í 7 stig. 14-21. 4 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Keflavík leysir pressuna vel. Katla fór hann upp í sniðskot og Rósa braut á henni. Þær þurfti ekki að slá, þær voru talsvert stærri þarna, þannig að þær hefði getað haldið höndunum bara uppi og trufla skotið. Höfðu hæðina fram yfir. Bæði vítin af. Svanhvít. Keflavík haldi boltanum. Já, Svanhvít náði þarna slá boltan úr höndunum á Ingu og Haukastúlkur náði ekki að bjarga boltanum. Þannig að Keflavík á boltan. Enn eitt þriggjastaðskotið, það vill ekki niður. Þetta eru allt opin skot, opin þriggjastaðskot sem er að taka, en þau eru ekki þetta. Fín hreyfing hann á Haukastelpunum. Og vill á hana Emilíu og þetta er bónus.
hún Silvía fer á vítalínuna. Þetta eru 3 stelpur eða 3 leikmenn sem eru að skora fyrir Haukana. Það er Silvía, Þóra, Inga. Svo er hún Dýrfinna með 1 stig. Þetta hefur gengið vel hjá þeim. Þær eru að finna að koma boltanum á réttu staðina. Og Silvía setur bæði vítina miklu öryggi. 9 stiga munur. Þetta verður að teljast nokkuð óvænt. Keflavíkurstúlkur virðast flýta sér aðeins svo mikið á móti pressunni. Það er að leita því að skora strax. Og kasta þá boltanum hann út af. Skoti stuttan af Ingu, boltinn fyrir svo út af og Keflavík á boltan. 2:53 eftir að fyrrháleik. Og svona vantar dálítið hennar neista sem að Keflavík komið inn í leikinn. Þeim eru ekki gengið að finna hann aftur. Og svona aðeins mista þegar Haukar hafa tekið fórustuna. Þarna var hún Rósa. Þetta er hennar 3. villa. Fá svona 3. villi, já. Það kallar á breytingar. Hanna og Magdalena kom inn fyrir Rósu og Ingu. Þarna fara 2 af 3 stigaskorum Hauk út af. Fróðilegt að sjá hvernig það bregðast við því. Inga er einmitt með 2 villur og væntanlega Ingu er þjálfari Hauka að vernda hana þannig að hún fá ekki 3. villan í fyrrháleik. Keflavík með innkastið, koma boltanum hérna á Ástu, hún nær ekki að klára. Vel gert hjá Emilíu, hún hljóp hérna, náði að grípa boltan eftir að Hanna á að koma með hann. Keflavík fært í boltan, það bent uppkast. Flott hreyfing hjá Elvi hérna. Smá gaphreyfing og miðjan opnaðist. Hún fór bara alla leið og setti boltan á ný. Það er snirtilega gert. 16:23, 2 mínútur eftir að fyrrháleik. Boltapressan aðeins að aukast og Keflavík aftur. Dýrfinna gerir vel hérna. Dræfur inn í og dæmd villa á Elvu. Þetta er hennar önnur villa. Svona mikil boltapressa býður upp á það að það sé sótt á körfuna, að það opna svæði fyrir aftan. Og ef að varnarmenn er ekki alveg á tánum þá getur það þýtt annarkvort auðvelda körfur eða fleiri villur. Og Haukastelpur hafa náðu að nýta sig það nokkuð vel. Dýrfinna klikkar á báðum. Hanna tekur hins vegar frákastið en missir hann. Ja, Magdalena nær honum. Og Magdalena nær honum. Þetta er hörkubarátta hérna. Hörkubarátta, alveg. Mikið í húfi. Silvía með 3 stiga skot. Beint á henni. 10 stiga munur, 16:26. Katla sækir á pressuna. Hanna klauf við þarna, hún hefði getað staðið með hendurna beintu, tekið kontaktinn, setti hendurnar undan sér og braut á Kötlu. Þetta var hárrétt. Katla fær hún á 2 skot. Víti fyrir ekki niður.
Seinna skoti fyrir ofan í. Skiptingi á Keflavík. Írena Sól kemur inn á fyrir Kötlu. Vekur athygli að Telma er með 3 villur og hún er ennþá inn á hjá Keflavík. Hefur reynda gert bara mjög vel og ekki verið í miklum kontakt fyrir skynsum. Skref. Já, hann á Magdalenu. Magdalenu þarna. Þetta er það sem boltapressan getur gert. Skapað óryggi og þú fær að flýta þér og gera hluti sem að þú myndir annars ekki gera. Gott draf hjá Írenu og Magdalena brýtur á henni. Magdalena lenti undir hindrunni þarna og var aðeins og sein að stiga fyrir og pikka upp Írenu og þurfti að slæma höndin í henni. Það gerði það minnst kosti. Og það þýðir 2 víti. Keflavíkur stelpur farnar að komast á vítalegum núna en gengur illa að nýta vítin. Þetta getur orðið dýrt. Já, hún setur seinna ofan í. 8 stiga munur, 1 mínútu og 10 sekúndur eftir að fyrrháleik. Magdalena mjög tæpat með boltann en náði að bjarga sér. Og kom boltanum á Þóru. Þóra er búin að vera mjög örugg, búin að spila mjög vel. Elfan er að slá í boltann. Haukar innkast á hliðarlínu, 16 sekúndur skotklukku. Það er búið að leiðrétta þetta. Inga Rún er bara með 1 villu, ekki 2 eins og ég sagði áðan. Villurnar standa þannig að hjá Keflavík er Elva með 2 villur, Kristrún og Telma með 3 villur hvor. Og hjá Haukum er það Rósa Björk með 3 villur og Hanna með 2 villur. Sylvía á línunni, klikkur á fyrravítinu. Klikkur á seinna líka. Bæði lið fara hann að klikka hans úr vítum. Vel gert hérna á Sylvíu. Mátti litlu munna. Aftur slæmur hendur í boltan. Með langar hendur margar stelpar hérna í Haukaliðinu og hérna það getur verið erfitt að koma boltan framhjá þeim. Þeir eru með hendurnar uppi. Þeir eru nýtað vel. Enn aftur. Frábælega gert hjá Sylvíu og kemst á vítalínuna þarna. Slæmur hendi í boltan og svo dæmt villa á Elvu. 3. villan á hana. Þetta var algjörlega búið til á Sylvíu. Hún á þetta skuldlaust og fær 2 víti. Hún átti 3 deflection handa í þessari vörn. Gerði virkilega vel, langar hendur og var aktív. Það skilaði sér lokum, kemst á línuna. Þannig að fyrir Dýrfinna út af og Vildís kemur inn á hjá Haukum. Fyrir að nýta fyrir niður. Þetta er bæði 10 stiga munur aftur. Pressa hjá Haukum. Vel gert hjá henni og hún var bara hoppaði beint upp. Hún er stór með langar hendur. Mikill kontakt þarna en engin villa. Það munar rúmri sekundu á skotklukku og leikklukku. Haukar stelpur láta boltan ganga. Sylvía með boltan. Það er ekkert að flýta sér. Nýta klukkuna. Þóra með boltan, snýr sér við. Og klárar þetta Nýtir þetta vel. Þær klára leiklutan, 12 stiga munur. Þetta verður að teljast nokkuð óvænt. Eins og segið, Keflavík hefur aldrei tapað leik í þessum flokki. Aldrei nokkuð tíman. Og það er því nokkuð óvænt að nú eru Haukastelpur 12 stigum yfir í hálfleik í bikarúrslitum. Og Haukastelpurnar eru bara búin að vera mjög skynsamar. er að leika vel, er að nýta klukkana vel og spila mjög góða vörn. Hjá Keflavík og villurnar standa þannig, hjá Keflavík þá er Elva með 3 villur, Kristrún með 3 villur og Telma með 3 villur. Hjá Haukum þá Rósa Björk með 3 villur, Hanna með 2 villur og
Aðrar eru með minna, það eru stelpur með eina villu sem við erum ekki að telja upp þarna. Þetta eru villuvandræðin. Annar leikluti 9:21 fyrir Hauka, 9:21. Það helsta úr tölfræðinu. Ef við byrjum að Keflavík þá er Svanhvít Ósk með 5 stig og Írna Sól 3 stig, 2 fráköst. Kristrún Björgusdóttir 3 stig, 2 fráköst og Katla Rún Garðarsdóttir 3 stig, 2 stoðsendingar. Hjá Haukum Silvía Rún Hálfdánadóttir og spila frábæran fyrirháleik með 12 stig, 3 fráköst, 3 stolna bolta og 1 var í skot. Þóra Kristín Jónsdóttir spilaði miklu öryggi með 10 stig, 5 fráköst, 3 stoðsendingar og 1 var í skot. Inga Rún Svansdóttir með 7 stig og 2 var í skot. Þær hafa algjörlega farið fyrir liðinu og Dýrfinna Arnardóttir með 1 stig og 2 stoðsendingar. Skotnýting liðan er svo sem ekki neitt til að hrópa húrra fyrir, eða skotnýting Keflavíkur réttar sagt. Haukar hafa bætt sína skotnýtingu umtalsvert. Keflavík er með 22% tveggjastaðnýtingu, 20% þriggjastaðnýtingu og 40% vítanýtingu. Þar hafa klikkað á 6 vítum alls. Þetta getur einn stýrkeppt þegar uppi staðið. Haukastúlkur hins vegar að skjóta 47% tveggja, 50% þriggja. Það hafa hins vegar bara tekið 2 þriggjastaðskot og 69% vítanýting og þetta er bara til fyrirmyndar. Við sjáum hvað gerist í seinni hálfleik. Við komum tilbaka eftir 2 mínútur. Boltinn í beinni með Mílu og Sport TV. Míla, lífæð samskipt. Okkur hefur lengi dreymt tímaflakk. Þegar Einstein sýndi fram á að tíminn væri afstæður, urðu ferðalög til framtíðarinnar bara tímaspursmál. Öllu flóknara var að ferðast til fortíðarinnar. En ekki lengur. Sjónvarp Símans hefur nefnilega breytt fjarstýringunni í tímavél. Þú velur sjónvarpsstöð, smellir á á fjarstýringunni og getur valið dagskráliði allt að sólarhring aftur í tímann. Grunn áskrift að sjónvarpi Símans fylgja 7 erlendar rásir, aðgangur að Skjá Bíó með yfir 5.000 titlum og möguleiki á áskrift að öllum íslensku stöðunum og 80 erlendum. Mistur af uppáhaldsþættinum þínum áðan? Smelltu bara á og flakkaðu aftur í tímann. Síminn. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reytir fasteignafélag. Ég man þegar ég var lítil stelpa og fór á pæjumóti í Vestmannaeyjum. Ég eignaðist fullt af góðum vinkonum og manni leið eiginlega eins og maður væri að fara að spila HM með EM. Það var alltaf draumurinn að spila með landsliðinu og ég er mjög stolt af því að hafa komist hingað. Það er gaman að sjá þessar ungu fótboltastelpur og hvað það er frábær efniviður í íslenskum kvennafótbolta í dag. Komdu og sjáðu glæsilegt úrval af LG-sjónvörpum í hátækni. Hlaðin tækninýjungum eins og Smart TV, Cinema 3D, innbyggðu Wi-Fi og fleira. Þú færð LG-sjónvörp í hátækni, Ármúla 26. Sísí, þetta er að koma hjá stráknum. Ekki snúa hnakknum öfugt. Sísí, ertu þarna? Frábært. 10 gigabæta niðurhald fyrir 500 krónur á mánuði. Sýndu mömmu tal. Svona á samband að vera. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Panta á netinu eða með appinu og fylgstu með frá Pönt. Jæja, það er að koma tilbaka, liðin er að koma inn á völlin. Hauka stúlkur að klára að fara yfir sín mál fyrir seinni hálfleikinn. Staðan eins og áður segir, 18:30 fyrir Hauka, 12 stigum yfir. Þær hafa spilað bara miklu öryggi
verið samfærandi í sínum aðgerðum, varnarleikurum verið þéttur og góður og það hafa nýtt sína styrkleika vel. Keflavíkurliðið virðist koma Keflavíkurliðinu þó nokkuð mikið óvart og hérna að sjá hvort að þjálfarteymið þeirra hefur tekist að berja smá trúið þær fyrir seinni hálfleik. Lítur út úr að Keflavík ætla að byrja á 2-3 svæði. Ætla að reyna að breyta leiknum eitthvað. Eitthvað verður að gera. Þetta er 12 stiga munur og í leik þar sem er ekki meira að skora þá er það nokkuð mikill munur. Þá byrjum við þetta. Gleymdist að stoppa tónlistina. Sigmundur fannst lagval ekki nógu gott, vildi fá AC/DC í staðinn eða ekkert. Góð spilamennska hjá Haukum og frábærlega gert hjá Rósu. Mjög sterkt að byrja svona. Þetta eru fyrstu stig Rósu í leiknum en hún gerði þetta alveg virkilega vel og stelur boltanum. Og Haukastelpur er að klára hennan, það byrjaði seinna hálfleikinn eins og það kláruðu seinni. Og ná frákastinu. Þóra með fínt skot, það fór ekki niður og Rósa kom þarna á náði boltanum. Glæsilega gert, Hanna galopin undir körfunni. Næri ekki að skora. Inga tekur frákasti. Uppkast og þetta er Keflavíkurbolti. Haukar byrjuðu með boltan. Það er mikil baráttu í Haukum, það er ætla ekkert að gefa þetta eftir, það er ekkert hættar. Það er fróðilegt að sjá hvernig Keflavík mætir því svo. Fín hreyfing. Kalubu skot. Hanna tekur frákasti. Glæsilega gert. Rósa kemur að miklum kraftin í seinni hálfleik. Stólinn bolta, frákast og 4 stig og fer svo á vítalína núna. Þetta er bara frábærlega gert. Haukaliðar að nota þess að hæð sem þær hafa mjög vel. Þær eru með, allir leikmennir inn á hjá þeim eru yfir 1,70 og þær eru bara mjög skynsamir í því sem þær að gera. Þær stýra leiknum bara mjög vel. Þryggjastæða skot, Kristrúnu, það vill ekki niður. Þannig að baráttum frákastið, boltinn endaði í höndunum á Svanhvíti sem að fór beint upp í layup og brotið henni. Svanhvít setur fyrra víti niður. Klikkur að setna, aðeins og sterk þarna. Inga tekur frákastið. Þarna var Silvi orðin galopin frammi en sendingin aðeins og stutt. Hún gerði vel í að ná boltanum Inga Sigur. Þóra stillar upp í sókna. Glæsileg sending. Þetta var vel gert í Haukastelpunum. Algjörlega frábærlega gert. Sendingin á hárréttum stað Ingu. Þetta er ekkert, þú kaupir þetta ekkert út í búð, þetta er mikið og vel æft. Silvi uppskar 2 víti, klikkar úr því fyrra. Greinilega ósátt við það. Klikkar að setna vítinu en Inga er í frákastinu. Frábærlega gert hjá henni. Sækir villu, 4. villan á Telmu væntanlega. Það er Telma sem fær villana, já. Nei. Það er þannig að það eru 13 stelpur á skýrslu hjá Keflavík og sú sem er númer 16, hennar villur eru skráðar á Telmu. Telma var að fá svona aðra villu.
í leiknum. En enga síður virkilega vel gert hjá Ingu. Setur fyrra víti niður. Klikkar á því seinna og það er hún Írina sem tekur frákastið. Keflavíkur-stelpur þurfa að fara að finna eitthvað takt í sínum leik eða er alltaf að gera eitthvað. Þetta er orðinn 16 stiga munur. Það getur verið mjög erfitt að vinna það upp á skömmum tíma. Þannig ekki þegar stigaskor er svona lágt. Kristján með 3 stigaskot. Ekki það sem það þurftur til að kveiki í sér. Kristján var út í Hafnarfirði og hún tók þetta skot. Það var langt fyrir utan. Nákvæmlega, þær þurfa þetta til að kveiki í sér. Stóra körfur og það þurfa að stoppa þá líka í vörninni. Taka varnarfrákast, halda Haukastelpunum frá körfunni. Það er það sem að Haukarnir hafa gert mjög vel, þær hafa komist að körfunni. Inga í frákastið, í skotið. Hanna var með hendunir í frákastinu. Þær eru nefnilega ekki að stíga nógu vel út Keflavíkur-stelpur og Haukarnir komast á í frákastinn. Þetta var vel gert. Írina allalega körfunni. Það var enginn sem pikkaði hana upp. Virkilega vel gert hjá Ingu. Fín vörn hana. Laufey var fyrir, tók kontaktinn. Verið löglegri í varnarstöðu. Nóg mikið til þess að trufla hana Ingu í skotinu. Var í skoti á Hönnu í 3 stiga skoti. Svo kom inn á það, fóru með langar hendur og þetta kemur ofta óvart. Átti ekki vona á þessu, hún var alveg metir frá skotmannum. Silvía sækir á körfuna. 3 stiga skot. Vel stíð út þarna í Írinu. Það þurfa að Keflavíkur-stúlkur að gera meira. Stíga bara vel út. Sendingin aðeins og föst. Telma næri sig samt og klárar. Það leiklega hjá Haukum á 9 stiga munur. Það er góður leikkafli að Keflavík. Það þurftu smá kraft, þurftu smá orku og 3 stiga skotið hjá Kristrúnu þarna áðan. Það greinilega kveikt aðeins í þeim. Og Haukastelpurnar svona aðeins farið út úr því sem þær hafa verið að gera vel. Þær hafa verið mjög skynsamar, mjög sterkir sem aðgerðum, en fór að flýta sér aðeins og Keflavík hefur bara nýtt sér það vel. Það er eins og áhuggefni fyrir Keflavík að Kristrún er komið 4 villur og hún spilar stórt hlutverk í þessu liði. Við sjáum hvernig að leysa það. Haukar eiga innkast undir eigin körfu. Þóra næstu búin að missa boltan þarna. Leysir þetta vel svo. Vel gert hjá Silvíu. Fær boltan hann á hægpost og sækir bara beint á körfuna á vinstri hendi. Kláraði það vel. Keflavík næstu búin að henda boltanum frá sér en bjarga sér. Þarna opnast til Svangvítur. Hún náði ekki að klára. Liðin eru mjög tæp á boltan núna. Eru nánast í hverju sókn við það að henda honum bara frá sér. Óþörfu. Silvía sækir hann sterk á körfunum. Þetta er gott svar hjá Haukum. Keflavík náði minnkandi 9 stig en Haukarnir komið upp í 13 aftur eftir leikhlé. Nýttu leikhlé vel. Hann brýtur Þóra á sér. Þetta er hennar fyrsta villa og Keflavík á þó boltan.
Jón Guðmund svarar þessu strax með leikli, hún líst ekki á þetta. Sylvi og Rósa hafa skorað 8 af 9 stigum Hauka núna í þriðja leikhluta. Og hafa leikið virkilega vel ef frá er talin þessi cirka 90 sekúndna kafli fyrir leikli Hauka hérna rétt á. Sjá hvað gerist þetta leikli á Keflavík. Langt þriggjastafa skot. Lítur ágætlega út hjá henni en það vill ekki niður. Galopið skot hjá Þóru. Beint ofan í. Frábær sending á Sylvi. Hún greip boltann. Sá hjálpun að koma og fann þá Þóru galopna fyrir utan sem setti skotið. 16 stiga munur, 26-42. Keflavík missir boltann. Haukastelpur spila flex núna. Þannig að sendi Rósa boltann á hún. Silja með mjög erfitt skot. Ja, þetta var bara mjög góð vörn hjá Keflavík. Þær voru með varnarstöðuna og voru undan. Það var 6 sekúndur eftir skoðklukkunni. Þeir lágu ekkert á svo sem. Þetta hefur gengið vel hjá Sylvi þannig að maður skilur hún skuli reyna. Frábær vörn hjá Hönnu, hún með langar hendur, hárrétti á Sigmundi eins og er. Það var tvígrip á hann eða mók, fór með höndina undir boltan eftir fyrsta driblið. En hins var frábærlega gert, var í skot, bara hefði verið galop í layup ef hún hefði náð að hafa vald á boltanum hana. Telma og Keflavík snýr sig við. Þetta er dálítið erfitt skot. Var ekki alveg nógu góð jafnvægi. Haukastelpur að hlaupa mikið á boltaskriðum núna. Vel leist hjá henni Þóru. Frábærlega gert. Verður stökkan á hana, ætlaði að reyna að stoppa hana en hún náði að snúa henni af sér og komist inn í miðuna. 18 stiga munur, 26-44. Stólinn bolti en þær tapa henni strax aftur. Flott spil hjá Keflavík. 3 stiga skot hjá Írunn Sól. Beint ofan í. 15 stiga munur. Silvía sækir inn miðjuna. Þetta er eins og góðvörn. Írunn er að gera bara mjög vel í að halda henni fyrir fram þessu. Hún veit hún hefur ekki hæðina en hún fer ekki eftir gabbhreyfingunni. 3 stiga skot. Aðeins og sterk hana. Góð barátta. Rósa gerir bara mjög vel. Kom boltanum á Þóru. 25 sekúndur eftir. 6 sekúndna munur á skotklukku og leikklukku. Það spila bara í róleitum en liggur ekkert á. Það þurfa ekkert að drífa sig. Silvía með 3 stiga skot. 10 sekúndur. Keflavík sækir.
fara á körfuna. Góð vörn. Góð vörn, það voru mættar hérna 4-5 haukastelpur voru inn í teik, leiktíminn líður bara út. 15 staða munur og munurinn eykst í þessum leikluta. Haukastelpur unnið leikluta með 3 stigum. Maður hins vegar sá svona aðeins meiri næsta í Keflavík í þessum leikluta sem hafði vantað aðeins í lok fyrri hálfleiks og framan af þriðja leikluta. Svona urðu grimmari og maður sá það á vörninni til dæmis á Silvíu þar sem að þær náðu haldinu fyrir fram að sér betur og það eru konar með minni bakvörð, sneggri leikmann til að dekka hana og það virðist virka ágætlega eins og er og við sjáum bara hvað setjum við það en þetta er 15 staða munur. Við förum aðeins yfir tölfræðina í fljótvitum. Haukastelpur, Silvía Rún Haldóndóttir, 16 stig, 3 fráköst, 4 stolnir og var í skot. Þóra Kristín, 5-7 í 2 staðskotum, 1-1 í 3 staðskotum, 2-2 í vítum. Sannlega frábær skotnýting. Hún er með 15 stig, 6 fráköst, 4 stóðsendingar og 1 var í skot. Og þær hafa algjörlega farið fyrir haukaliðinu. Inga Rún verið mjög góð einnig með 8 stig, 3 fráköst, 2 stóðsendingar og 2 var í skot. Hjá Keflavík þá er það hún Írina Sól Jónsdóttir sem að er stighæst með 8 stig, 4 fráköst og var í skot. Svankvít Ósk Snorradóttir 6 stig, 3 fráköst. Kristrún Björgvinsdóttir 6 stig, 4 fráköst, 2 stolnir. Katla Rún Garðarsdóttir 3 stig, 2 stóðsendingar. Þetta er svona helst úr tölfræðinni. Skotnýting Keflavíkur er aðeins að skána en hún var ekki góð eftir fyrsta leikluta. En það er hins vegar bara að skjóta 41,7% í vítum og þær þurfa að bæta það. Það er til lítils að hafa vítin eða þú nýtur það ekki. Haukarnir byrja 4 leikluta. Keflavík er að spila mjög grimma vörn aftur núna eins og það gerði í byrjun leiks. Slæma höndum í boltan, halda stífri boltapressu. Sjá hvort að haukastelpur ná að leysa það eins og þær hafi gert hingað til. Telma Rut Sigurðardóttir er komin inn á í Haukum í fyrsta sinn í leiknum. Kristrún reynir að 3 stiga skot. Þannig að hefði Silvía verið með galop í layup ef að Kristrún hefði ekki sleppt hendinni í boltan. Gerði vel. Vel gert þarna. Elva kemst inn í sendinguna. Skorar og fær víta auki. Rósa Björk aðeins og ákveð þarna. Og 4. villin á hana. Þetta getur einn stýrkeft. Hún hefur spilað vel þó að sjást ekki enda í stigaskori. Elva tekur á vítinu. Já. Ágætlega spilað, Haukarnir kom boltan á hvað segir vilja. Silvía er mjög sterk hérna, hittir ekki, hann tekur frákastið. Þær eru bara skynsamar, kom boltanum út, en liggur ekkert á. Skref á Silvíu, þetta er rétt, hún liggur í gólfinu og sest upp. Summundi fannst hún velta sér aðeins svo mikið í gólfinu. Það er bannað. Sterkt skrín hana, Kristrúnu. Fín leikflétta, Telma höfð boltan undir körfunni. Gerir þetta vel. Minnka munin, það er 11 stöð munin núna. Keflavík kom mjög sterkar inn í hérna leikluta. Þóra bara skynsum, liggur ekkert á. Spurning hvort Haukur þurfi ekki að fara að setja Ingu aftur inn og hún er búin að spila bara mjög vel, varnarlega sterk. Hún er bara með eina villu og getur alveg spilað.
Langar hendur hjá Haukunum. Það er erfitt að senda yfir þetta. Það er ná að slæma höndum í markabolta. Silvía gerir vel, finnur Dýrfinnur þarna sem setur skotið. Það er flott hreyfing hjá Silvíu sem að dróð til sín vörnina. Fannst á Dýrfinnu galopna. Pressa í Haukum. 8 sekundur, frábærlega gert á Haukum. Glæsileg vörn hjá Silvíu og Þóru. Keflavíkurstelpur voru aðeins og ákafar. Það voru allar konur yfir miðjun nema Kristrún. Og þegar hún lenti í boltan þá gat hún ekki losa hann. Vel spila þarna. Haukar á boltan, Silvía náði ekki nýtt að segja þetta. Hún hefur hæðarmun þarna. Keflavíkurstelpunni duglegar standa þarna og vera fyrir. Inga Rún kemur inn á fyrir Telmu. Þóra með 3 stiga skot. Það er aðeins stutt. Hvað er enda boltinn? Það er mikil barátta. Og uppkast, þetta er Keflavíkur bolti. Þetta er lýsandi fyrir leikinn. Mikil barátta, lausir boltar. Fimm mínútur eftir, 13 stiga munur. Það er vel gert á Silvíu, hún náði slæma hendi boltan og Haukar ná boltanu svo. Bara skynsamar. En liggur nefnilega ekkert á, þeir þurfa ekkert að skjóta strax. Ef þeir eru ekki með opið sniðskot þá er bara gott hjá þeim að láta boltan ganga og tíman líða. Nýta sig klukkuna. Frábær hreyfing á Silvíu. Það er ekki að klára en tekur frákastu, virkilega vel gert. Mikil barátta, einu sem oftar. Boltinn endur á Silvíu. Næra með frákastinu. Og Villa. 2 sóknar frákastu Silvíu í þessari sókn. Þetta er bara vel gert. Keflavíkurstelpur eru greinlega vandræðar með hæðina hjá Haukunum. En það er ekki bara hæð hjá Haukum, þær eru hreyfanlega líka. Þær geta hreyft sig eins og bakverðir. Það er 5. Villan og Kristrúnu. Írina Sól kemur inn á í hennar stað. Silvía með boltan. Vel gert hjá Haukum. Það er bara að láta boltan ganga. Skynsamar. Það er ekkert að skjóta á fyrstu sekundunum í skotklukkunni. Það er bara halda boltanum og láta Keflavík spila vörn. Keflavík vill væntanlega ýta þeim í smá vitleysu og það er ekki að ganga akkurat núna. Inga gerir mjög vel og sótti villu. Setur fyrir að víta niður. Mikið öryggi þarna, 15 stiga munur og 4 mínútur eftir. Keflavíkurliðið er að renna út á tíma. Hræðileg villa. Þetta er hins vegar bara fyrsta villan á Silvíu. Vörnin og Haukum mjög hreyfanleg, það eru duglegar að skipta þegar það lendir í vandræðum. Það er ekki að gefa mikið færi á sér. Vel klára í Haukunum.
Nú þurfa Keflavík að gefa þess í. Katlan að fiska hérna villu og fer á línuna. Þetta þess að það þurfa að komast á línuna, setja vítin, stoppa tíman á meðan og eiga séns þá líka að setja upp pressu og koma Haukunum hugsanlega í vandræði. Þær gera það ekki með því að Rósa farin út af með 5 villur. Þær gera það ekki með að skjóta bara fyrir utan. Þetta var vel gert og þurfa að gera meira af þessu. Það Katla sem á línni, skipting og Keflavík líka. Ásta að koma inn á. Ásta Sólilja Jónsdóttir fyrir hún að Telmu. Þeirra vítið af 17 stöð munur. Það nú eða ekki fyrir Keflavík. Og bæði vítin af, þetta dýrt, en Inga nær hins vegar ekki boltanum, hann Keflavík á boltan. Hann gat svo sem ekki farið betur fyrst að nýtti ekki vítin. Þannig að það engast á endalínu. Vörni og Haukunum hins vegar fyrna sterk. Það verður bara hrósaði fyrir það. Og góð hjálpavörn hjá hann í dýrfinu. Algjörlega, góð barátta þarna og vel gert hjá Keflavík. Þær hirtu boltan bara höndunum Ingu. Inga datt niður og misti boltan. Þóra gerði svo vel, náði frákastinu eftir skotið hjá Keflavík og hefur bara verið mjög skynsum í dag. Hún hefur ekkert verið að láta annað að platast út í hennar vitleysu og ekkert verið að bulla. Heldur bara boltanum og stjórnar leikliðsins alveg frábæða. Hún og Silvía hafa gjörsamlega farið fyrir Haukaliðinu og hinnar stelpurnar hafa spilað sín hlutverk fullkomlega. Þetta fyrir Írina Sól, sinna aðra villu. Haukar engast á hliðalínu, þeim liggur ekkert á, 14 sekundur á skotklukku og tíminn rennur út hægt og rólega. Líka gaman að sjá lið þessum aldri spila svona skynsamum bolta. Það svo auðvelt að fara í vitleysu. Frábær hreyfing hjá Þóru, algjörlega frábær. 1 sekundur skotklukkunni þegar hún klárar. Fekk boltan á póstinum, tók nokkur Hakim og Latsjón, shake og bake og snýri svo við og lagði bróni. Algjörlega frábær. Sterk hreyfing hérna hjá Ástu en henni gekk illa að klára það. Inga náði svo frákastinu og brotið á henni. Það þá 4. liðsvilla og Haukar innkast. Nú kemur Dýrfinna út af og Vildís kemur inn á Haukunum og Magdalena sömuleiðis. Hún kom inn á fyrir Rósu Björk áðan. Þannig ráðu dómarnir ráðu sínum. Leiðrétta rangan dóm. Boltinn ekki komin yfir miðju fyrir en boltinn og báðir fætur sóknarmanns koma yfir miðjuna og þetta bara vel gert hjá þeim að leiðrétta þetta. Hún var ekki komin yfir miðjuna með annan fótinn og hann dæmdi aftur fyrir miðju. Það gott að sjá að sér og leiðrétta. Það þryggjast það skot hjá Nínu, hún hitt ekki. Silvía náði frákastinu, þær ná að redda sér. Það þurfa að koma sér yfir miðju, gera það. Inga Rún sækir á körfuna, finnur Magdalenu. Boltinn hittir ekki neitt, en Þóra sækir boltan og skorar. Þau verið að leysa þetta mjög vel. Já, Elva fékk eitthvað högg þarna. Andlitið
En þeir hafa akkurat verið að leysa þetta mjög vel og hafa bara verið skynsamar, virkilega skynsamar í sínum aðgerðum og það svo auðvelt að fara út í vitleysu og vera ekkert að vanda sig. Nú kemur stór skipting á Haukum. Þóra heldur áfram en hina 4 kom út af og inn á koma Agnes, Eir, Elva, Telma og ég sé nú ekki hver þar, Elísa. Þær að fá tækifæri í leiknum. Telma var búin að koma inn á áður en hinn að koma inn á í fyrsta skipti í þessum leik. Það mínúta og 25 sekundur og 21 stiga munur eftir. Keflavík gefur fleiri leikmönnum tækifæri líka. Nokkuð ljóst hvernig þessi leikur fer. Því miður var þetta ekki svo spennuleikur sem áttu von á en hins vegar nokkuð óvæntur og öruggur sigur Hauka. Keflavík skorar og Rún Ásta sem setur sín fyrstu stig 35-54. Það nokkuð ljóst að við erum að verða vitni að fyrsta tapleik Keflavíkur í þessum árgangi frá upphafi. Þær hafa unnið alla leiki sína frá því í minnibolta. Því einstaklega óvænt. Vel gert þarna hjá Emilíu. Sótt á körfuna. Skotið henni á varið en hún náði frákastinu og fekk villu. Fyrir að víti niður. Setjum vítið af. Sóknar frákast og villa. Það Elísa sem fær þessa villu. Svankvít fer á vítalínuna með 2 skot. Hún setur fyrir af skoti ofan í. Bæði ofan í hjá henni. 48 sekundur eftir á leiknum. Alveg ljóst fyrir nokkru síðan að Haukastelpur að sigla sig í höfn. Mjög örugglega. Þeim liggur ekkert á. Dæmt skref á Telmu. Engin karfa. Ágætis leikrétt að öðru leyti. Gott skot þarna hjá Emilíu. Byggjast að karfa. Þetta gerist full ágengu Þóra þarna. Þóra fer á vítalínuna. Þóra setur fyrir að skoti ofan í. Þannig það. Haukastelpur bikarmeistarar í 10. flokki 2013. 41-55 fyrir Hauka. Virkilega sannfærandi og góður sigur. Og þetta var bara glæsilegur leikur. Nákvæmlega, það var að hrósa þeim bara fyrir frábæran leik. Þetta var greinilega mjög vel upplagt hjá þeim og kom Keflvíkingum í opna skjöldu. Við ætlum að heyra í leikmann eða þjálfara Hauka.
meistrar 2013. Ef við förum að sinni við stati þá eru Silvía með 16 stig, Þóra Kristín með 20 stig, Inga Rún með 12 stig og Rósa Björk með 4 stig. Í Keflavíkurliðinu þá er hún Írena Sól með 8 stig, Elva Pálsdóttir með 4 stig, Ásta Sóley með 2 stig, Svanhvít með 8 stig, Laufey með 2 stig, Kristrún með 6 stig, Katla Rún með 3 stig og Telma Dís með 4 stig. Það er Snorri að taka viðtal við þjálfarann í Haugum. Hérna eru komið Ingvar Guðjónsson, þjálfara Haukaliðsins, stutt viðtal. Til hamingju með sigurinn. Var þetta, spilaðist þetta eins og áttu von á? Nei, bæði og. Við ætlum okkur að sigra og það er búið að vera mikill stígandi hjá okkur. Við höfum verið að nálgast þetta lið mjög grimmt undanfarið, þannig að en nei, ég átti ekki von að við myndum ná svona miklu forskoti og halda því út allan leikinn. Ég bjóst við áhlaupi frá Keflavík en stelpurnar voru ótrúlega sterkar að standa þetta af sér og bæta bara í ef eitthvað var. Glæsilegt, takk fyrir þetta. Takk. Það var næstu í annað eftir í dag. Hann er boltinn maður. Keflavík að fá medalina fyrir annað sæti. Ingvar var að vonum sáttur með sigurinn. Hérna eru Keflavíkurstúlkur að fá silfrið. Þá kom það Haukastelpum að fá sín verðlaun. Þóra Kristín Jónsdóttir fær verðlaun fyrir að vera maður leiksins. Hún skoraði með 20 stig, tók 9 frákast, 4 stoðsendingar, var með vari skot og skaut hitt úr 7 af 10 tveggjastaðskotum sínum, 1 af 2, 3 og 3 af 4 vítum og stjórnaði leik Haukaliðsins af gríðarlegri festu og gerði það bara virkilega vel. Skotnýting Haukaliðsins var með ágætum, 43,6% tveggja, 28,6% þriggja, 60% úr vítum. Það dugði til að vinna leikinn af þessu öryggi. Keflavík skaut 9 af 31 sem er 29% í tveggja, 23,8% í þriggja og hitti það einungis úr 42,1% víta sinna. Og það kostar þegar uppi staðið, það voru 11 víti sem fóru forgörðin hjá þeim. Og það er dýrt í svona leik. Og eftir rúman hálftíma hefst svo leikur Njarðvíkur og Grindavíkur í 11. flokki karla. En þangað til þá fá Haukarnir sem bikar. Takk fyrir að fylgjast með í dag. Takk fyrir.
Boltinn í beinni með Mílu og Sport TV. Míla, lífæð samskipt. Okkur hefur lengi dreymt tímaflakk. Þegar Einstein sýndi fram á að tíminn væri afstæður, urðu ferðalög til framtíðarinnar bara tímaspursmál. Öllu flóknara var að ferðast til fortíðarinnar. En ekki lengur. Sjónvarp Símans hefur nefnilega breytt fjarstýringunni í tímavél. Þú velur sjónvarpsstöð, smellir á á fjarstýringunni og getur valið dagskráliði allt að sólarhring aftur í tímann. Grunn áskrift að sjónvarpi Símans fylgja 7 erlendar rásir, aðgangur að Skjá Bíó með yfir 5.000 titlum og möguleiki á áskrift að öllum íslensku stöðunum og 80 erlendum. Mistur af uppáhaldsþættinum þínum áðan? Smelltu bara á og flakkaðu aftur í tímann. Síminn. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reytir fasteignafélag.